Sjónvarp lækkar í verði úr 280.000 krónum niður í 230.000 krónum á 2 árum. Hver árleg verðlækkun í prósentum? Ég hérna með upphaflega verðið á sjónvarpinu, 280.000 krónur. Það lækkar einhver prósent, þannig að ég að borga eitthvað minna en 100% af verðinu meðan við 2 ár og þá endar sjónvarpið á þessum 2 árum í að vera á 230.000 krónum. Ég þarf semst að finna út hversu mikið sjónvarpið hefur lækkað á hverju ári á þessum 2 árum. Finnum þetta X. Ég þarf þá að losna hérna við 280.000 kallinn og líka við þetta annað veldi. En byrjum að losna við 280.000 kallinn. Það verið að margvelda með honum, þannig að ég deili þá með hann til þess að losna við hann og ég gera það báðum megin. Þá dettur þessi 280.000 kall út hérna vinstra megin og eftir stendur 1x í öðru veldi. En 230.000 deilt með 280.000 hérna hægra megin gefur mér 0,82142 og reyndar fleiri aukastafi. Næsta skref væri þá að losna við þetta annað veldi og þá ger ég akkúrat öfugt við annað veldi, ég tek kvadratrót og ef ég gera öðrum megin þá náttúrulega verið að gera það sama hinum megin. Þannig að eftir stendur þá 1x jafnt og 0,906. Þetta reyndar það sem ég að borga. Ég borga ekki nema 90,6% af fullu verði, þannig að þetta ekki afslátturinn. Þetta bara það sem ég að borga. Þannig að til þess að finna afsláttinn, þá verð ég að taka 1 og draga þetta frá þar að segja hvað ég að borga. Þá stendur eftir afslátturinn, en hann í formi tugabrots. Þannig að ég þarf að margfalda það með 100 til að breyta því í prósentur og þá fæ ég 9,4%. Og það afslátturinn á hverju ári. Hinn árlega verðlækkun í prósentum þá 9,4%.